sæl kæri hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Gestur minn í dag er hún Rut Eiríksdóttir sem er hjúkrunarfræðingur og hún kom til mín í spjall offitu, eða sjúkdóminn offitu réttara sagt. Við ræddum bakgrunn hennar og lífsreynslu, SFO sem eru samtök fólks offitu. Við ræddum skilgreininguna á sjúkdómnum, hlutverk erfða, hlutverk umhverfis og svo ræddum við líka áhugaverða þætti eins og matarfíkn, átkastaröskun, lélegt sjálfsmat, matarsuð og fitufordóma. En Rut hefur sjálf glímt við offitusjúkdóminn frá barnæsku og var alin upp í svokallari megrunarmenningu sem tíðkaðist bara hérna á árum áður. Og aðeins 13 ára gömul þá hafði hún þróað með sér átröskun og eftir að hafa barist bara í áraraðir og prófað alla megrunarkóra undir sólinni, þá leitaði hún sér hjálpar og fór að lokum í efnaskiptaaðgerð sem bara bjargaði heilsunni hennar. Mér finnst þetta viðtal eiga erindi til allra af því að það er bara svo mikilvægt að skilja þennan sjúkdóm til þess að minnka fordóma í samfélaginu. En áður en við vindum okkur í spjalli sjálft, þá ætla ég nú að fá að þakka mínum dýrmætu og diggu samstarfsaðilum sem eru Heilsuhillan og heilsuvörur þessar mánaðar eru Femarel sem eru vörur fyrir konur á besta aldri. Og ég hveti ykkur til þess að kíkja bara á velvera.is, ég skal setja hlekk í það sem kallast show notes, ég þarf nú að fara að veita hvað það er á íslensku. Síðan er það Þín fegur snyrtistofa í firðinum í Hafnarfirði og ég get ekki mælt meira með Microblade. Ég var búin að vera að mana mig í mörg ár upp í það að fara að láta laga augabrúnina mínar. Það voru svolítið gistnar í endana en ég fór í það sem kallast Microblade sem er svona tattoo sem lítið út eins og hár og ég er svo sjúklega ánægð. Þannig ég hveti ykkur bara til þess að panta tíma hjá henni Öldu hjá Þín fegur ef að þið hafi verið að spá í þessu. En þið geti líka bara sendt mér skilaboð þið sem eru að spá í þessu og hafi áhuga. Svo er það Spíran sem er náttúrulega bara dásamlegasti veitingastaður í bænum, staðsettur í Garðheimum við Álfabakka í Reykjavík. Og þetta er fjölskylduvænn bístróstaður sem leggur áherslu á hollan og góðan mat sem er gerður frá grunni og alltaf úr gæðahráefni. Og eins og flestir vita þá á ég salat á matseðlinum þar sem ég hveti ykkur öll til þess að prófa. Síðan er það Virkja, magnaður markþjálfa skóli og mér langar að hveti ykkur til þess að hlusta á heilsumóla númer 25. Bara til þess að fá kynningu á hvað markþjálfun er og hvað Virkja er. Og ég er líka hrikalega spennt að segja frá því að ég er búin að skrá mig í framhaldsnám í Virkja, í námi sem hefst í janúar 2027. En þá ætla ég bara að bjóða ykkur, gjörðu svo vel að hlusta á þennan frábæra þátt og einlega spjall við hana Rut. Gjörðu svo vel. Gestur minn í dag er Rut Eiríksdóttir sem er hjúkrunarfræðingur og ég fór á fyrirlestur daginn. Það var fræðsludagur á vegum Novo Nordisk, einmitt þar sem ég kynntist henni Sigríði Björnsdóttur sem var í viðtali daginn, bara síðasta viðtali eða þar síðasta, beinheilsu. En þar var Rut nefnilega með erindi sem snerti mig og þess vegna bauð ég henni að koma. Þannig að ég er rosa þakklát fyrir að þú ert komin hingað, vertu velkomin. Takk fyrir. Ertu kannski bara til að byrja svona á bara byrjun, hver er Rut og þín saga? Já, ég sem sagt starfa í dag sem hjúkrunarfræðingur í offitu efnaskiptateyminu á klínikinni en ég elst upp á Akranesi og er í raun þá bara með offitu, er bara of þung frá 4-5 ára aldri og elst
elst reyn upp með svona í það sem ég kalla í dag megruna menningu. Já, sem var svolítið í gangi þá á þessum tíma. Já, og þannig að það voru í raun ráðleggingarna bara fyrir móður mína að setja bara í megrun af því að ég var á þung og við systkini vorum á þung, þannig að það var í raun ráðið, en það svo sem hjálpaði ekki, það gerir í raun bara verra. Megrun var þá bara takmarka mat, eða? Já, takmarka mat, telja kaloríur og það gat verið súpukúr, það gat verið að taka út þetta, þannig að það byrjaði bara mjög snemma. Og 4 ára. Já, þannig að ég man nú, 4-5 ára byrja ég að þyngjast og var í raun alltaf kannski, hún sagði, fyrir það þá var ég í raun alltaf ólétt með við kúrfin. En svo þyngist ég bara svolítið hratt þarna og held bara áfram að þyngjast, og það í raun þegar ég fer í grunnskóla sem ég farið að hafa þá skólahjúkrunarfræðingurinn sem ég fór mjög reglulega til, og það var í raun alltaf bara markmið að ég ætti að léttast og átti að fá eitthvað svaka verðlaun. Hún átti rosalega flott stróklegur, alls konar stróklegur sem ég átti að fá í verðlaun ef ég myndi léttast, og þannig að það var alltaf markmið, en það var kannski ekki sagt frá hvernig ég ætti að gera það, og þannig er ég bara Eða hvers vegna? Nei, af því ég var bara mjög aktíft barn, æfði sund á fullu og var bara alltaf á ferðinni og þannig að eitt sumarinn hafði ég náð að létta mig og kem tilbaka haustið og fæ rosa mikið hrós frá henni, og þá spyr ég hvort ég fái nú ekki stróklegur, og hún spyr, hvernig fórst að því að létta þig, og ég bara þannig, 8-9 ára, bara ég veit það ekki, ég hef bara verið út að leika og ekki spá í þessu. Já, nei, þá færði ekki stróklegur. Þannig að þetta var svona, þetta var ekki nógu gott, en þannig að með tímanum í raun, ég flytti í Svíþjóð þegar ég 12 ára og þar þróa ég í raun með mér ádröskun og byrja fyrst á bara svelti, þú veist, og það náði nú aldrei neitt marga daga, þá var ég kannski bara á súputynningum og gulrótum sem endaði þá með átköstum og ég framkallaði uppköst og á þeim tíma léttist ég mikið. Hvað varstu þá 12 ára, segir þú? 13 ára. Þegar ég byrja og þá fæ ég mikið hrós frá einhverjum og kem tilbaka 14 ára og þá búin að grennast mjög mikið og mikið hrós og þannig að þetta var svona styrkjandi hegðun að þetta hjálpaði og en með tíman náttúrulega leið mér bara verr og verr, þannig að bara skömm og kvíði og í raun fæ svo aðstoð bara á göngudeild geðsviðs á Landspítalanum, fer þar í göngudeildar og hópmeðferð eða einstaklingsviðtöl hjá félagsráðgjafa og var þar örugglega í 2 ár sem bara var mjög fínt. Þannig að ég raun hætti þessum uppköstum og þar voru skilaboðin, þú veist, ekki megrun er skaðleg en á sama tíma er ég barnshafandi og þar kemur bara þú mátt ekki þyngjast, þú átt að vera að passa hvað þú borðar og þar voru skilaboðin alltaf að vigta. Þannig að þetta var svona mismunandi skilaboð frá ýmsum áttum að mér fannst ég fá skilninginn hjá ádröskunarteyminu en ekki í mæðraverndinni og eins þetta því ég var ekki kjörþyngd eða oflétt að þá voru svolítið líka skilaboðin bara byrju og það var hjúkrunarfræðingur sem sagði þú ert alltof þung, þú getur ekki verið með ádröskun. Þannig að þá kemur það líka svolítið svona frá umhverfinu bara ertu að plata. Já. Þannig að en við vitum í dag að það er bara að átkastaröskun eða binge eating er bara mjög algengt. Sérstaklega oft bara meiri líkur hjá einstaklingum í offitu og ég tengi svolítið
þeir einstaklingar eru alltaf að prófa mismunandi megrunarkúrar sem springa og enda með átköstum. Og þá kemur skömmin og þetta verður að vítahring. Og sko, þú stofnaðir ásamt öðrum samtök fólks offitu. Já. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Og hvert er svona ykkar markmið Já. og tilgangur? Og svona... Sko, markmið er í raun bara auka fræðslu og þá fá betri meðferð fyrir einstaklinga með offitu. Af því þegar ég er ung eða þegar ég er barn þá er þetta ekki viðurkennt sem sjúkdómur en er viðurkennt í dag sem sjúkdómur. Hver er skilgreiningin á sjúkdómum? Skilgreiningin. Þá er það í raun ef það er of mikill eða vanstarfsemi í fituvef. Þannig að, en í dag er meira að tala þó efnaskipta hluta. Það getur þá verið fitulifur, það getur verið hækkað insúlín eða verið með insúlínviðnám. Þannig að, og eins getur einstaklingu þó hann sé kjörþyngdi BMI verið með offitu ef það er tekin líkamssamsetningin. Þannig að ef það er mikil innri kviðfita þá er einstaklingur með offitu. Þannig að BMI kannski, hann gefur okkur vísbendingar en ekki besti mælikvarðinn ef maður horfir á einstaklingin. Og en ef við höldum áfram með þennan tilgangin ykkar og markmið. Já. Þannig að... Grípa aðeins fram í. Já, endilega. Þannig að, já, markmið er þá að ástæðan fyrir að ég vildi koma á stofn sjúklingasamtökum er að bróðir minn sem að ég talaði í fyrirlestrinum að hann ólst upp á sama tíma og ég með offitu og búinn að reyna allt og prófa allt og búinn að létta sig slatta og fingrst aftur og létt sig og hérna ég sem sagt fór í gegnum prógrami á Reykjalundi offitu sviðið og fer í efnaskiptaaðgerð sem hefur bara hjálpað mér mjög mikið og í raun svona eins og ég horfi á kannski núllstilli svolítið líkamann og að hann var kannski, við áttum gott samtal og þar var hann að segja mér að hann skildi bara ekki af hverju hann gat ekki létt sig, hann hefði gert áður, hann labbaði, þú veist, hann með 2 hunda, labbaði klukkutíma 1,5 á dag, mjög aktífur og var búinn að vera hjá einkaþjálfara þannig og hann bara skildi ekki af hverju hann hafði ekki viljastyrkinn. En ég útskýrði fyrir honum að þetta var ekki viljastyrkurinn, heldur var þetta svolítið svona að þetta snerist meira bara hormónin í líkamanum, efnaskiptin og við bara í okkar fjölskyldu vorum við sterk gen, þannig að við kannski vorum og þessi megrunarmenning var ekki að hjálpa til, bara langt í frá og ég svona hvatti hann til að sækja á Reykjalundi og hann tók bara vel í það og hann fer til heimilislæknis sem að sótti fyrir hann og bara studdi hann í þessu en því miður fékk hann höfnun og hvað það var sem að því hann var ekki komið háþrýsting eða sykursýki þannig að það er svona, maður velti fyrir sér, þú veist, hefði verið betra en hefði verið með það en allan að nokkru mánuðin síðan. Hann uppfyllti ekki þær kröfur sem að Reykjalundi setti sást fyrir? Nei, hann uppfyllti varðandi þyngdina en svo er náttúrulega Reykjalundur rosalega flott prógram og þurfa forgangsraða þannig að en þá var í raun ekkert annað í boði á þeim tíma þannig að hann sótti að færisahöfnun og svo bara nokkru mánuði síðar að þá bara var hann búinn að fá nóg þannig að hann bara ákvað að hann vildi ekki lifa lengur og ég held að þetta hafa alveg spilað inn í hjá honum bara þessi andlegi hluti þú veist að uppfylla bara já ég er ekki að standa mig, ég get þetta ekki og sama tíma að biðja aðstoð en fá höfnun. Þetta er ótrúlega sorglegt. Þannig að það svona og það kannski fékk mig til að
bara vilja stofna sjúklingasamtök af því ég starfa sem hjúkrunarfræðingur, verið bara hinum yfir borðið og hef starfað á heilsugæslunni og það allir vilji til staðar en það vantar fólk og það vantar fjármagn að það hægt að gera rosalega gott starf og gera góð teymi en það bara, já, og það eitthvað, það kannski annar þáttur að tala heilsugæsluna og hvernig hægt að gera marga því það rosalega flott starfar en það þarf kannski eitthvað svona meira miðlægt þannig að sé unni alveg eins og bara mínu starfi líka á heilsugæslunni þá bara hvað var vanmáttur að hjálpa einstaklingum og ég var á þeim tíma í félag fagfólks offitu og þá var svolítið að það vantaði líka sjúklingasamtök og þar vildi ég koma inn að því að já, kannski notaði pínu hana reiðina gegnum andlát hans að, já, sem drifkraftinn og hef farið þá á fræðslu fyrir heilbrigðisstarfsfólk og líka þá bara fyrir einstaklinga og þá núna ásamt öðrum frábærum konum með fræðslunefndina hjá sjúklingasamtökunum þar sem við fáum fagaðila og aðra sem að koma með fræðslu einu sinni í mánuði nokkra mánuði á ári. Fræðsla náttúrulega svo ótrúlega mikilvæg sko. En þú sagðir áðan að þú hefði sagt við bráðin að þetta snýst ekki vilja, styrk og leti, þetta séu bara hormónin. Veistu hvað að gerast í líkamanum? Geturðu útskýrt það aðeins fyrir hlustendum sem kannski skilji ekki sjúkdómina því að það hafa alveg verið fordómar og ég veit að þú hefur talað það og margir hafa upplifað það að þú veist eins og þetta að offita sé bara lífstíls vandamál en í raun og veru þetta líka stórum hluta þá gen og alls konar og það í rauninni eins og ég minnst best að útskýra að þetta í rauninni þetta fyrir 200 árum á Íslandi þegar voru ekki ísskápar, það voru ekki, þú veist, geymslur og kannski ekki öll þessi flug og bátsumferð. Þannig að við höfðum ekki gott aðgengi að mat. Þannig að við þurftum að safna forða fyrir veturinn sem í raun bara mjög gott líkamlegt kerfi að geta gert. En í dag höfum við aðgang að mat. Allan sólarhringinn. Ég hópi að hagkaup bara allan sólarhringinn. Þannig að við þurfum ekki alveg á þessu að halda núna en líkaminn kannski átta sig ekki á því. Og með hormónin okkar eins og grelin sem að kallar þá bara svengdarhormónið að það í raun bara, þú veist, kallar á meiri og það þess að matarhugsanir bara stöðu og þetta í raun brengla maður með að fara í megrun. Þannig að megrunin gerir einn illt verra og þú veist, hún virkar í einhvern smá tíma en þá fara bara hormónin öskra enn hærra og mér svo gott dæmi sem að amerískur innkirtlalæknir sagði að þetta bara í raun svipa á öndunarstjórnunarkerfi okkar að ef einhver biður okkur að vera á kafi í 1 mínútu þá það ekkert mál í vatni og það bara eins og fyrsti megrunarkúrinn, hann gengur best en svo að því það vilja allir það velur enginn að vera með offitu og þá næsti kúr kannski svona, eða áframhaldandi kúrar að þá þetta eins og að biðja einhvern bara ok, ef þú ert í kafi 10 mínútur þá farið 10 milljónir í verðlaun og það bara ekki sens að því líka með sama hvort þú haldið þér í eitthvað fyrir neðan vatnsyfirborðið þá mun hann, þú veist, fá súrefni, hann mun bara þeyta þér upp og það sama með þyngdina. Líkaminn heldur hann sé öruggastur í þessari hæstu þyngd, þannig að setpointið, þannig að hann leita þangað. Þannig að sama hvað fólk rosalega stendur sig vel og þetta megrunarkúrinn og mér fannst það með, eins og ég nefndi hana með danska kúrinn, þetta var bara málið. Það bara, gekk rosalega vel þangað þegar gekk ekki vel. Eins og að verðist gera með alla kúra. Með alla kúra, þeir ganga vel fyrst. Þannig að, og það gefur svona vonum að nú takist þetta
og allir eru peppaðir í byrjun, en svo dala það og hormónin kalla bara á meira. Og hver eru ráðin þá helst við sjúkdómnum offitu? Við sjúkdómnum offitu, það er í rauninni sko að hlúa sjálfum sér, þú veist, setja sig í fyrsta sæti sem að allir þurfa bara að gera, en það þarf að nærast að því bara margir einstaklingar með offitu er að borða og lítið sérstaklega fyrri part dags og enda svo þá að borða meira seinni partið að því líkaminn kalla bara á. Þannig að það þarf að næra sig með góðri næringu og þá bara það sem að landlæknisembættið ráðleggur og hreyfingu fyrir alla og svefnin og streitan. Þannig að það er þessi grunnþættir, andlega líðanin, hreyfingin á ekki að vera fyrir þyngdatap, fyrir þyngdina heldur fyrir andlega og líkamlega líðan og bara streitulósun. Þannig að finnst þér, eða það er kannski ekki finnst þér, er þá hlutverk, erfða, umhverfis, lífstíls, er þetta allt bara svona blanda? Það er ekkert einhver einn þáttur sem er líklegri til þess að þú sést með sjúkdóma offitu eða hefur meiri áhrif á hann en annar? Sko, svolítið, já, erfið spurning. Já, þetta er kannski bara svona þín reynsla og þitt mat. Sko, bara við tvær að spjalla. Já, sko það sem að ég hef þetta að vera sáttur í eigin skinni, þú veist, að þurfa að breyta sér, eins og ég upplifði þetta sem barn og að ég horfði bara á mömmu mína, þú veist, ég horfði aldrei að hún væri eitthvað feit og þung eða mér fannst hún bara flott eins og hún var og allir segði að ég væri svo líkinni en svo var hún ánægð með sig að þurfa að fara í megrun. Þannig að ef ég er eins og hún þá hlýt ég líka og svo voru skilaboðin frá umhverfinu að hún þyrfti að breyta okkur. Þannig að það er þessi hluti líka en eins og að ala börn upp í dag að vera ekki, þú veist, að segja fyrir fram börni, þú veist, er ég feit hér eða ég er svo feit, heldur bara, þú veist, já, þessi læri fá mig til að ganga hérna eða að, þú veist, sjá jákvæðu hlutina. Þannig að, og líka þetta að fara ekki í megrun, að foreldrar séu, þú veist, kvöldmaturinn og málstímanir eiga að vera samverustundir. Þannig að það á ekki að vera sérfæði eða einhver að vikta matinn sinn og það náttúrulega eru ofnæmi, svo ég er ekki að hugsa það þannig. En ef að til dæmis annað foreldri er alltaf í megrun og borðar eitthvað allt annað en börnin, að hvað skilaboð er verið að gefa. Og þú veist, við þurfum átt gott aðgengi að mat og ég er mjög glöð að skólamaturinn sé núna ókeypis fyrir öll börn, þannig að öll börn hafi aðgengi og svo má bara ræða hvernig maturinn er. En mín reynsla frá mínum börnum er að skólamaturinn er bara mjög fínn. Það er aðgengi að salatbar og þau eru ánægð að en þá myndi ég svona vilja lengja líka matatíman. Já, það er svo ekki að flýta sér að borða alltaf. Já, þannig að við erum alltaf á hraðferð. Já, af því að börn fá 20 mínútur til 30 mínútur í mat og þá þurfa þau að standa í röð, ganga frá, helst komast líka í frímó. Þannig að þetta er rosalega stuttur, við erum alltaf svo mikið á hraðferð. Þannig að á meðan eins og í Frakklandi þá fá þau mun lengri matatíma, læra að njóta matarins. Hvað er góða punktur? Akkurat. Og ég veit í svo mörgum störfum, þú veist, maður hefur heyrt, ég var flugfreyja nokkur ár, maður borðaði alltaf okkur handahlaupum, skilurðu, drák fyrir gardinu, skóplaði í sig og svo eitthvað, pabbi minni læknir, ég mann hann var að segja mér, skilurðu, ef hann hefði tíma til að borða þá, veist, var það okkur hlaupum. Já, og þetta er bara algengt hjá heilbrigðisstarfsfólki að mann, þú veist, maður kannski stóð upp 7 sinnum frá sama mataskammtinum að svara bjöllum. Já. Þannig að þetta er þessi hraðferð. En svo las ég líka eitthvað sem þú talaðir að
ég veit hvort þú hefur talað um það, þetta var allavega í einhverju, því ég googlaði þig, þá kom þetta upp að hvort einhver verið viðtalið með þér, en það var að tala um að matarfíkn ekki skilgreind sem fíknisjúkdómur. En þá fór ég að spá, matarfíkn tengt sjúkdómnum offitu? Þetta nátengt? Sko, já, ég gerði ritgerð af því ég fór í matarfíkni samtök eða fór til svona matarfíkni ráðgjafa sem að gat þá greint mig á 5 mínútum með spurningalista en hafði verið á göngudeildinni eða á dröskunateyminu sem að tók ansi marg viðtöl og marga daga og fyll út marga lista en það var ekki málið að hennar sögn. Þannig að í þessu matarfíkni þá þurfti að vigta matinn og þá var ég í raun ekki að borða sama og börnin mín að borða, heldur með sér fæði og það mátti enginn smakka matinn minn ef ég var búin að vigta hann. Þannig að þetta voru mjög strangt. Og í kjölfarið í rauninni segir maðurinn minn við mig bara, Ruth, þetta ekkert heilbrigt, þetta ekkert, þú ert ekkert góð, þetta ekki fyrirmynd fyrir börnin og bara í raun mjög ströng megrun. Akkurat sem má ekki að vera. Já, þannig að í kjölfarið hitti ég bara, maðurinn minn finnur í raun námski sem að hét á þeim tíma Hætti megrun með sálfræðing Þórdísi Rúnarsdóttur og ég fer á þetta námski hjá henni og þar hún að tala um fitufordóma og ég bara, nei, ég hef aldrei upplegað, ég veit ekki hvað það að tala um. Og á þessu námski, ég var líka bara í viðtölum hjá henni. Og í framhaldinu þá ákvað ég að gera í rauninni lokaverkefni í hjúkrunarfræði þá bara skaðleg áhrif megrunar og hún verður leiðbeinandi minn. Þannig að, og þar ég í raun svolítið að fara, þú veist, þetta að skoða fræðigreinar, þú veist, matarfíkn eða þetta ekki? Og mín niðurstaða, og það örugglega einhverjir sem eru með matarfíkn, ég ekki að alveg neita því, en flestir með offitu eru með frekar svona svokallað átkastaröskun sem að, og þeir setti saman spurningalistar varðandi þá matarfíkn og binge eating, þá þetta svipaðar spurningar, þannig að fólk fær þetta binge eating greininguna. Og átröskun, það engin átröskun án megrunar. Þannig að það alltaf grunnurinn. Þannig að þú hættir í megrun, þá ertu ekki lengur með átröskun. Nei, kannski ekki, þú getur verið, fengið náttúrulega meðhöndlun, en ef þú ferð aldrei, ef að fólk fer ekki megrun, þá kemur ekki átröskun. Þannig. En hvað það að eiga heilbrigt samband við mat? Heilbrigt samband? Það í raun að fá ekki þetta samviskubit og ekki sér búið bönn, en líka hlusta líkamann. Að ef eitthvað fer illa í mann, þá forðast maður það, eða þú veist, ef þú ert með glútenónæmi, þá borðar ekki glúten. Þannig að það ætti líka svolítið að hlusta á skilaboðin frá líkamannum og í raun virða hann og kannski borða svolítið meðvitað eða með innsæi. En það alltaf verið að kenna einhverju þú veist, náttúrulega bara misjafnt hvað kemur, náttúrulega alls konar rannsóknir og alls konar eitthvað og svo þetta mataræðitísku og svo annað mataræðitísku og fólk svolítið svona týnt í einhverju upplýsingaóreiðu og svo mikið upplýsingaflæði að það veit ekki hverju það að trúa. Þú veist, bara í gær var kona að spyrja mig, þú veist, hvað finnst þér kreatín? Og ég sagði bara, já, það sem ég veit allavega það þetta. Og þá sagði hann, það var eins sem sagði þetta gerir ekkert gagn og þú veist, en ég ok, þú veist. Þannig að þetta svolítið svona, ég skil að fólk sé pínu týnt og ég held að sé erfiðara í dag að eiga heilbrigt samband við mat en það var fyrir 50 árum, skilur. Bara út af framboðinu og upplýsingunum. Og það mikið svona upplýsingar héðan og þaðan og hvað rétt og hvað á ég að hlusta á. Þannig að, en eins og í mínu tilfelli, því nú var ég búin að fara á námskeið hjá henni og búin að læra að borða meðvitað og settu, en ég fann það samt ekki. Ég fann ekki settu. Þú fannst ekki settu? Nei, ekki fyrir ég var búin að fara í efnaskipta aðgerð. Og þá kannski svolítið svona bara núllstillaðist, ok, nú þarftu að hlusta líkamann.
ég þarf að hlúa, ég þarf að borða prótein til að, viðhalda vöðvamassa og hafa orku. Ég þarf að passa trefjarnar til að, meltingi mín virkar og ég fái næringarefni. Ég þarf stundum kolvetni eða, og hafa þetta fjölbreytt. En það er ekki boð og bönn. Nei. Það er ekki að, ef það er afmæli, þá bara get ég farið. En það þýðir ekki að ég hafi klúðrað öllu og nú er allt ónýtt og ég byrja aftur á morgun. Þannig að það þarf að finna þetta svona jafnvægi. Fannst þér það erfitt? Já, það er bara mjög erfitt. En já, mér fannst það svona, með góðri meðferð. Þannig að í dag finnst mér bara mun auðveldara og kannski búin að vera að grúska í þessu alveg í 13 ár. Wow. Þannig að síðan ritgerðin, náttúrulega löngu áður, en alltaf haldið að það hlýtur að vera eitthvað að mér. Hvað er langt síðan þú fórst í þína efnaskiptaaðgerð? Það eru komin 7 ár, 7,5, 7 ár. Og fannst þér bara strax, leiðir strax bara þannig að þú upplifir bara vá, það er búin að núllstilla mig? Eða tekur það svolítið tíma? Nei, það tók alveg tíma. Fyrst fannst mér þetta bara hræðilegt, bara hvað er ég búin að gera mér? Nei, en það var líka bara mikil ógleði. Já. En svo með tímanu þá bara, já, þetta er sött, ég þarf ekki að klára og mér langar ekki í eitthvað meira. Þannig að mesta frelsi var svona, að ok, ég þarf ekki að byrja í megrun í janúar. Janúar er ekkert frábrugðin desember fyrir utan jólin og þetta. Þannig en ég þarf líka að hlusta líkamann að því að ef ég borða mikið nammi þá er ég þreytt. Þannig að, já. Og þá er ekki pláss fyrir próteinin og trefjarnar allt saman. Já. Þannig að ég hugsa alltaf frekar, hvernig getur maður bætt heilsuna á þess að hverju get ég hætt að taka eða bannað. Þannig að, og ef við færum, ef við tökum eins og ráðleggingarnar að passa trefjarnar, fá nóg prótein og vera með næringuna, þá er minna pláss fyrir hitt. En hins vegar er þetta sterk hormón og stundum það er erfitt að gera þetta einn og sér. Þannig að, en þekkingin er bara alltaf að verða meiri og meiri og nú eru komin eins og þyngdarstjórnunarlyf eða lyf við efnaskiptasjúkdóm að þau eru að hjálpa. Hvert er þitt álit á þessum lyfjum? Sem hjúkrunarfræðingur og sjúklingur, eða þú veist? Já, og mér finnst það bara frábært að það sé komið meðferð og þetta var eitthvað sem ég hefði viljað þegar ég var... Frekar en aðgerð? Ekkert frekar. Það var ekki til á þeim tíma sem ég fór og ég er mjög sátt með mína ákvörðun í dag og stundum á aðgerð betur við heldur en lyfin. En lyfin og aðgerðnar saman geta verið bara góð meðferð og bara oft nauðsynleg. Þannig að það er svona allir gangur í því en mér finnst bara frábært að það sé meðferð í boði. En er það ekki rétt að ef þú byrjar að taka þessi lyf þá þarftu raun og veru alltaf að taka þau? Þetta er ekki eins og bara, þetta er eins og að fá gleru og ég get ekki bara allt í einu hægt að nota þau. Nei. Og það er bara alveg eins og með háþrýstingslyf eða hættir að taka þau þá hækka blóðþrýstingurinn. Þannig að, og það er eins sama með þessi lyf að þá fara hormónin aftur á stað og... Eru þau að slökkva þá ásvengdur hormónunum? Allavega að minnka þau og margir tala í viðtöl bara ég get valið hollara, það er bara þögn í höfðinu, ég er ekki alltaf að hugsa um mat og þau virka ekkert fyrir alla af því þetta er kannski ekkert sem á við hjá öllum. En við erum með alveg við fáum einstaklinga til okkar að því það hefur verið líka svolítið mikið umræðinu misnotkun á lyfjunum. Akkurat. Að við viljum fylgjast með að það sé verið, og það er misskilningur að lyfin er ekki að taka burt matarlyst. Fólk á að hafa matarlyst. Það þarf að borða og það þarf að borða reglulega. Þannig að, en mér finnst ég ekki hafa séð mikið af því að það sé eitthvað verið að nota þau rangt.
ekki í starfi mínu. Nei. En maður hefur svona heyrt í gegnum tíðina, sérstaklega þegar lyfin voru ný, að það væri bara einhverju litlu bæjarfélagi, bara allir komnir á þetta lyf. Já. Þó, þú veist, einhver sem kannski átti alls ekkert, hvað segir maður? Þetta voru kannski einhver x kíló sem að einhver vildi missa, en þá fór maður svona, fekk maður pínu neikvæða svona ímynd á þessum lyfjum. Já. Og mér finnst það samt vera að breytast. Já, og það líka sko að svo kannski ekki öll sagan, að því að stundum eins og með efnaskiptaaðgerðir á tímabili þegar margir voru með magabandið og kom í aðgerð en voru kannski bara, þú veist, ekkert í ofþyngd eða offitu, en með að taka magabandið og breyta í aðra efnaskiptaaðgerð þá hefur verið að fyrirbyggja þyngdaraukningu. Þannig og þá koma oft þessar að fólk segja, já þessi fór í aðgerð, hann var bara svona þungur eða x þungur og hann var ekkert of feitur en það er ekkert allir sem vita kannski að einstaklingun hafi verið með magaband og búin að berjast við þetta alla ævi. Nei, einmitt. Þannig að, en það er í raun ekki að það sé hægt að, þú veist, þurfa að léttast 5 kíló fyrir brúðkaupið í sumar, það eitthvað þannig. Þá áttu ekki að fara á lyf. Nei. En finnst þér fordómar þegar þú talaði aðeins fitufordóma áðan? Þú sagðist ekki hafa upplifað það? Já, mér fannst ég ekki hafa upplifað það þegar ég talaði fyrst í sálfræðing og ég held að það hafi verið svolítið svona í raun kannski afneitun hjá mér. Eða bara, vissi ekki alveg það. Af því svo þegar við fer að ræða þá bara, þetta, en það er alltaf þessi innri skömm að þetta sé einstaklingnum að kenna. Þannig að, En hvernig finnst þér þá helst svona fordómar birtast bara í daglegu lífi hjá fólki með offitu? Bara það sem að við höfum verið að tala eins og þegar við vorum á stjórnarfundum og bara þegar við héldum fræðsluerindi hvað fólk segir og ég heyri það líka í starfi mínu að það koma einstaklingar til okkar til að fá meðferð við offitu og kannski voru búin að fara á heilsugæsluna en skilaboðin voru bara borða bara minna og ekki eftir klukkan 8 en einstaklingun ekki spurður borðar eftir klukkan 8. Þannig að það er bara svolítið gert ráð fyrir að hann sé bara að borða þá og að einstaklingur sé ekki að hreyfa sig. En oft er fólk búið að vera að gera allt. Það er búið að reyna allt, já. Og ég spyr alla sem koma til mig hvort ég sé meðvitaði hvað próteinkólefni, trefjar, að því að það þarf ekki að fara yfir þetta, því flesti vita hvað þetta er. Búin að spá þessu lengi. Já. Og mjög margir búin að telja makrós eða fara á keto og þá vita þeir hvað, En af hverju virkar þetta fyrir suma og aðra ekki? Sko, rannsóknir sýna að megrunarkúrar, einhverjir kúrar virka þessi 3-5% að virki. Þannig að, og það er kannski þeir sem við sjáum. Að því ég veit ekki hvað stórt hlutfall af Íslandi fór á danska kúrin. Ég man eftir þessu tímabili. Og það var líka mjög mikið með matafíkni samtökin. Þau voru út allt land. En ég veit ekki hver staðan á þeim í dag. Þannig og það kom keto og þar á undan var lágkólefna. En þetta í raun margbiljarða markaður, megrunamarkaðurinn og að það breytist alltaf bara smá. Svo þegar keto það fyrir að dala því fólk gefst upp á því, þá er komið karnivor. Þannig að hann var bara svona í hápunkti fyrir nokkrum mánuðum og nú er maður svona aðeins minna farin að heyra hann. Þannig að þá er bara svona spurning hvað er næst. Fastan var mjög mikið og alveg umdeilt hvort að sé en við mælum alltaf bara með, þú veist, þá 12 tíma. Já, sem er bara svona eðlilegt. Já. Borða frá 8 til 8. Já. Ekki fara stytta og að því þá er þetta í rauninni, þá ertu að setja líkamann svolítið í þetta sveltaástand, þannig að hann upplifir þetta sem streituástand og
þá fer hann að kalla meira eða gefa þau skilaboð að bara halda í fitumassan. Einmitt. En ég skil alveg að fyrir einstakling sem búin að reyna allt og þú veist, já, þú veist, hann er svo tilbúin að bara fórna öll og þú veist, gera allt. En ekki líka samt svo mikilvægt að sko, maður vill náttúrulega ekki að fólk upplifi einhver boð bönn, en að því ég var alltaf sjálf til dæmis eins og með að telja makrós, ég var alltaf svolítið á móti því, ég var alltaf svona, ég veit ekki hvað það var, það var eitthvað, mér fannst eitthvað svo neikvætt, örugglega bara þetta var svona eitthvað þvingandi eða eitthvað, en svo fór ég að telja makrós sem íþróttakona og markmiðið var bara að ná nógu miklu próteini, nógu miklu kolvetnum, nógu miklu trefjum og passa ég fyllt upp í, þá fór ég að upplifa ákveðið frelsi. Þannig ég hugsa þetta er svo mikilvægt líka bara fólk átti sig á, það er engin ein leið, skilurðu, alveg pottþétt ekki, að maður þarf líka bara að vera meðvitaður, eins og ég fekk mér einhvern tímann snúð, ég brauðkó, geggjaður snúður og ég sá ekki eftir honum, en þegar ég sett hann inn í appi þá var ég bara, vá, er hann 800 hitaeiningar, ok, heyrðu, ég hefði kannski bara valið mér það á hálfan, ef ég hefði fattað það, skilurðu, þannig að næst ég fekk mér snúð, þá myndi ég kannski fá mér minna ef ég ætlaði að reyna skilurðu, að ég held bara að það er ógeðslega auðvelt, segjum bara að ég þurfi 2000 hitaeiningar á dag til þess að uppfylla alla mína orkuþarfir og byggja vöðvamassa. Ef ég er alltaf að borða of lítið, þá mun ég aldrei geta byggt upp enn vöðvamassa, það hægir á brennslunni og ef ég er alltaf að borða of mikið, þá sé ég bara 200 hitaeiningar á dag, menn í heilt ár, þá auðvitað þyngist ég. Skilurðu, þetta er bara eins og eyða umfram, þetta er bara yfirdráttur. En þannig að leið maður átti sig á þessu, ég veit reyndar að kaloríur inn og út er ekki bara eitt og sér, fullt af hormónu og allt, þetta er flókið. En ég held að það sé svo mikilvægt samt fyrir fólk að skilja gjaldeyrinn, hvað orku við þurfum og passa við sem í alveg að fá nóg til að uppfylla grunn orkuþarfirnar. Já, og það er nefnilega sem margir gera, þeir eru að borða allt og lítið og í raun springa svo. Og fá þá samviskubit að hafa borðað snúðinn og þá er þetta hvort sem er allt farið, byrja aftur eftir helgi eða morgun eða þannig að, og makrós náttúrulega gerir alveg, eða þú veist að telja, gerir fólk meðvitað að, og ég segi það er alltaf lægi að taka stöðuna. Já, ég er mitt í sammála en ekki langtíma. Nei, af því þá verður þetta svona heftandi og svona eitthvað, ekki kannski heilbrigt samband. Nei. Þannig að, og líka bara samsetningin af matnum, þú veist, að hafa nóga grænmeti, hafa próteinið, hafa kolvetnin, að reyna að velja góð kolvetni. Þannig að, og að það er eðlilegt, ef þú ert í mikilli hreyfingu, þá þarftu meiri orku, þú verður svangari. Þarft meiri kolvetni. Já, þannig að, og þá er líka gott að hitta næringafræðing, fara yfir þetta. Þannig að því, það er alveg skilaboð og margir að borða bara allt og lítið. En það sem endar yfirleitt í samt fleiri hitaeiningum að því að líkaminn bara kallar á og þá er borðað of mikið. Og jafnvel í leyni. Einmitt. Það var ein sem að ég þekki sem hún kallaði þetta matviskubit. Já, mjög gott orð. Já. Það er nefnilega gott orð. Já. Það er markmið að vera aldrei með matviskubit. Já, og það er í raun alveg og það var ég tók námskeið í Bandaríkjunum að borða með innsæi eða intuitive eating og það er einmitt gott dæmi sko, það var sett könnun fyrir Ameríkana og einstaklinga frá Frakklandi og þeir áttu að fá sér súkkulaðiköku og skrá svo upplifunin á þessu. Þeir frá Ameríku fengu samviskubit og bara, nú er þetta ónýtt, dagurinn ónýttur og allt þetta. Á meðan þeir frá Frakklandi bara, þetta var svo ljúffeng kaka, ég naut hennar og bara gaf mér tími að borða hana. Þannig að bara þessi upplifun líka, að hvaða skilaboð við erum að senda til taugakerfisins, ef við erum alltaf með samviskubit eða alltaf stressuð yfir hvað við eigum eða eigum ekki að borða. Þannig að það hefur áhrif. Þannig að ég held við þurfum svona aðeins að hægja á okkur. Heldur betur.
Og líka einhvers þar heyrði ég ef að þú ert að elda matinn og þú ert búin að vera að skera allt grænmetið og gera allt og setja hvort þú ert að búta súpu eða hvað sem skiptir ekki máli að þegar þú síðan borðar hana þá er líkaminn svo tilbúinn í öll þessi næringarefni og svona þú ert ekki bara að skopla einhver í þig á hraðferð sem að einhver skellt á disk fyrir þig. Já, einmitt, já. Þannig að maður þarf að vera duglegri að elda. Já. Og líka bara upplifa að leyfa krökkun og vera með að skera grænmetið, þú veist, skera matinn, elda matinn og sitja saman, njóta. Og ég er svona með mín börn, það er ekki viltu grænmeti, heldur bara hvaða grænmeti ætlar að fá þér. Akkurat. Þannig að smakka. Já, einmitt. En hvað finnst þér vera svona helsti misskilningurinn við sjúkdóminn offitu? Svona bara almennings í umræðinni? Svona almennt er alveg bara svolítið svona að, já, töff spurning. Það er í rauninni að þetta getur verið bara hjá öllum. Það er alveg að þetta er algengara hjá þeir sem eru ekki félagslega sterkir eða fjárhagslega, þannig að ég veit ekki hvort að ég við á Íslandi en það er þekkt út í heimi. Þetta er meira á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega hjá börnunum. Hvað það er veit ég ekki, þannig að ég held svona það sem margir halda, þetta snúist leti og viljastyrk. Sem og maður sér það mjög mikið í kommentakerfum með þetta birtist eitthvað varandi þyngdarstjórnun eða offitu að bara einmitt sagt kaloríur inn, kaloríur út, hreyfa sig en hvað borða minna en þú hreyfir þig og hreyfa sig meira. Þannig að já, og líka að viljastyrkur. Mér finnst það eiginlega svona helsta því að ef þetta snýrist í viljastyrk þá væri við ekki að tala um þetta hérna í dag. Nei, mitt. Finnst þér umræðan hafa breyst eitthvað, þú veist, síðan þú byrjaðir að glíma við þetta? Já, kannski er það bara því ég er inni í þessu, en mér finnst allavega fleiri fagfólk og mér finnst fólk hlusta meira. Þannig að, já, mér finnst það batna og bara fullt af fólki frábært og mjög gott viðhorf og það náttúrulega dreifir sér. Þannig að maður hugsaður þetta svolítið svona pínu, þú veist, að fræða einn og einn, að það dreifir sér til svo kannski tveggja annara. Já. Finnst þér þetta svona kannski verða viðurkenndara að þetta sé flokkað sem sjúkdómur? Já. Þannig að það er viðurkenndara en ekki ennþá alveg viðurkennt að fá meðferðina. Þannig að það er ennþá svolítið, þú veist, að einstaklingar með offitu þurfa að sanna sig til að fá meðferð. Og meðan með aðra sjúkdóma langvinna að þú þarft ekki að sanna þig. Nei, það er rétt. En er einhverja tölur yfir, þú veist, fjölda bæði á Íslandi og annar staðar sem að glíma við sjúkdóminn? Við sjúkdóminn. Einhverja prósentur eða, er eitthvað? Það kom hana í skýrslunni, minnur að sé að fara rétt með að 70% Íslendinga sé ofþyngd. 70%? Já, í ofþyngd en 30% með offitu núna, þannig að þetta hefur aukist mjög mikið. Vá, þetta er rosalega háar tölur. Já, en svo er líka bara, og við sjáum alveg að við erum með líkamssamsetningatæki hjá okkur, að það er ekkert allir sem fara í kjörþyngd þó þeir séu í raun í kjörþyngd af því þeir eru með góðan vöðvamassa. Já, einmitt. Er verið að miða við BMI í þessum prósentum? Já. Ég flokkast í ofþyngd í BMI, en ég veit ég er það ekki, skilur. Þannig að það held ég skekkir þetta 70%. Já, ok. Taka íþróttafólk út? Nei. Íþróttafólki út og líka bara margir, og það er ekkert að því að vera með, þú veist, aukin fitumassa ef það er ekki hamlandi eða þá að hafa áhrif á efnaskiptin okkar. Já, ef að fitumassan er ekki að hafa áhrif á efnaskiptin. Já. Einmitt.
En það hafa allir svo mikla áhyggjur af því sko til framtíðar, er það ekki? Þú veist að þetta auki insúlín við nám og allt þetta við erum með náttúrulega. Og það gerir það, já. Og fitulifur að greinast hjá fleirum. Þannig að... Það er þessi börn. Já. Þannig að það er svolítið svona sem að maður þarf að skoða og þar kemur líka svolítið inn að með líkamsvirðinguna þetta eiga allir að fá að vera eins og þeir eru og eiga að fá virðinguna eins og þeir eru. En það þýðir ekki að það fyrir að neita þeim með meðferð. Þannig að því það ekki gott fyrir líkamann ef að insúlín alltaf í hámarki og á endanum verður að sykursýki 2 eða fitulifur sem að orðið algengara vegna offitu heldur en kannski áfengis ef það fer þangað. Þannig að þetta hefur alveg áhrif á heilsuna og það hefur kannski ekkert áhrif á einstaklinga fyrir en eftir kannski 40-50 en þá fer það hraðar. Svo kemur önnur stór spurning. Þetta ekki auðveldar, sko. En svona, hver draumurinn þinn? Hvar vilt þú sjá samfélagið? Ég myndi vilja sjá svona í heildina það sem ég hugsa og minni streita hjá okkur. Það rosa mikið streita á Íslandi. Við erum rosalega duglegt fólk, við viljum gera allt og við erum á hraðferð og já, við ætlum okkur mjög mikið og gerum mjög mikið sem bara flott en nú ólst ég upp í Svíþjóð. Það í raun mun svona fjölskylduvænna umhverfi. Það skólamatur, það líka skólamatur ókeypis í framhaldsskólanum. Þannig að, og það matatími, börnin fá lengri matatíma, fjölskylduna fá meira frí saman. Þannig að, og vinnudagurinn styttri. Nú erum við að koma með styttingu vinnuvikuna hérna en ég held að, ég veit ekki alveg, kannski efni annan þátt að hvort það hafi gengið eða auki bara streita á aðra starfsmenn. Þannig að já, ég myndi segja svona að við þyrftum kannski aðeins bara að hlúa að okkur sjálfum og með minni streitu þannig að við höfum tíma. Veist, við erum oft bara, og ef við segjum konur og líka karlmenn á miðjum aldri, það eru kannski að hugsa sig, börnin sín, jafnvel komin af og ömmubörn og svo kannski foreldrarnir og líka sinna vinnu og líka hreyfingunni og já. En hver væri þá draumastaðan sko til þess að taka á móti þeim sem að greinast? Sem að greinast. Ég myndi vilja sko mér finnst alltaf teymið mitt frábært. Þú ert á klínikinni? Já. Reykjalundi líka með frábært og svo hefur verið líka mín besta heilsa. Já, hún alltaf gerður. Já. Þannig að, og var með heilsuborg sem var náttúrulega bara frábært. Það vantar eitthvað og heilsugæslan með heilsueflandi móttökur sem frábært og þyrfti kannski að styrkja. Það þyrfti kannski að vera eitthvað svona miðlægt kerfi, stig 2, sem að væri þá eins og heilsubrúin í dag og kannski efla það enn frekar. Hvað heilsubrúin fyrir þá sem ekki vita? Já, heilsubrúin stig 2 þjónusta hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þá í raun kannski hægt að vísa þangað ef að heilsueflandi móttaka á heilsugæslustöðinni ekki nóg, þá hægt að vísa þangað og þá eru þeir með teymi þar líka. Þannig að, og hafa verið með námskeið og verið með frábær líka námskeið í hugrænni atferlismeðferð sem bara fyrir alla. Allir geta sótt sjálfur. Því andlega heilsan skiptir náttúrulega ótrúlega. Já, hún skiptir bara mestu máli. Þannig að fólk sé þá líka svona tilbúinir að takast á við allt saman. Já. Og í raun ætti bara hugræn atferlismeðferð að vera kenndi á unglingastigi í grunnskólum. Já. Þannig að bara hvað hugsanir hafa áhrif. Algjörlega. En svo spyr ég líka alla, þú verður örugglega heyrt það, hvað heilsa? Hvað heilsa fyrir þér? Já, fyrir mér það bara að líða vel, andlega og líkamlega.
Þannig að bara ég geti gert þau verkefni sem ég langar að gera og já, að mér líði vel. Og ég upplifi mig ekki sem sjúkling, bara alls ekki. Þannig að já, það er bara, já. Hvað myndirðu segja við litlu Rut? Já, ég myndi bara segja að þú ert bara nóg, skilu. Þú ert bara fín eins og þú ert. Þannig að, og bara frábæra eins og það ert. Já. Heldur að það hefði breytt miklu? Það hefði ekki komið kannski þessu megrunir og brúskanir? Og ekki þetta lélega sjálfsmat að þá kannski freka til að styrkja og efla. Þannig að koma þá með skilaboð, þú veist, að bara borða næringarríkan mat, að þið ert að æfa sund, þarft að hafa orku, þarft að fá þér prótein, þú veist, alveg fræðsla. Þannig að því það er líka alveg, þegar börn bara upplifa skort, að þá fara þau að leita og hamstra. Já. Og líka fullorðnir. Einmitt. En svo er líka bara í þessu þjóðfélagi, það er svo mikið framboð. Þú veist, maður hefur heyrt fólk sem er að glíma við eitthvað svona. Það er þessar, hvað kallað eru hugsanirnar? Þannig að bara matarsuð og... Já, eitthvað svona, matarsuð, einmitt. Áhugavert orð. Að, þú veist, þetta er allstað, matur er allstað. Við getum ekkert forðast mat. Nei. Og alltaf þegar við komum saman félagslegum aðstæðum, þá er matur. Já, eiginlega félagslegur. Já, þannig að ég ekki trúið að þetta sé svo erfitt ef maður er að glíma, svona andlega erfitt. Já. Ef maður er að glíma við þetta. En lítill fugl hvíslaði að mér að þú og þið hjá klínikinni væri hrifin af batteríjúvörunum af því að það eru vítamínspray. Upptökan er betri. Þekkirðu til, eða ekki? Jó. Ég er að stútfellan póka. Takk aðeinslega. Já, alls konar. En þá kannski mitt spurning, þú veist, eins og með til þess að fá næga næringu eftir til dæmis aðgerð eða þyngdarstjórnarlyf. Þú veist, myndirðu mæla með að fólk sé að taka einhver bætiefni? Sko, við mælum alltaf með því eftir efnaskiptaaðgerðir. Það er alveg bara, og til þá sérhæfðu vítamín og við fylgjumst alltaf með því líka í blóðprufum. Bara allir sem búa á Íslandi þurfa að taka D-vítamín óháð aðgerð og lyfjum og öllu. Við sjáum bara skort hjá ef að fólk tekur ekki. Og það er mitt D-vítamínspray þarna. Já. Og við sjáum í rauninni sko unga konu kannski með járnið helst og B12 hjá mörgum. En í rauninni bara fylgjast með blóðpröfunum hvort það vanti. Já, það myndi að bæta þetta. Já. En alltaf D-vítamín þarftu bara að taka fyrirbyggjandi bara. Allir á Íslandi, já. Og þó við fáum sumar nokkra daga, að þá er það ekki nóg. Þú veist, í þyrftum þá vera bara mjög fáklætt úti og allan daginn. Já, nákvæmlega. En er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja sem að þið finnst mikilvægt að koma á framfæri allt þetta? Nei, mér finnst þú hafa bara farið rosalega vel yfir þetta og en líka bara að þú veist, það er ekki uppgjöf eða svindl að fara í aðgerð eða fá aðstoð með lyfjum. Þetta er bara í raun meðferð við sjúkdómi, þannig að það er ekki verið að svindla eða, og bara tala við sinn heimilislækni, fá þú veist, aðstoðina og ef það er ekki, fara þá annað. Já, ef þið finnst þú ekki fá svöra sem vilt. Og við erum með rosa fína fræðslu inn á heimasíðu SFH, þar sem er hægt að undirbúa sig fyrir læknaviðtal. Og og það er líka fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Þannig að SFH er samtök fólks með offitu, já. Þannig að það er meðferð í boði. Þannig að bara ef að maður finnst að maður þurfi bara að biðja hana. En foreldrar, þú veist eins og nú var mamma ykkar hvettis að setja ykkur í megrun, þannig að smá krakka. Þú veist, foreldrar sem eru að hlusta og hafa kannski áhyggjur af að halda að fara í barna sinna. Já. Hvað geta þau gert? Sko,
Það er í raun þá heilsuskólinn, en það er biðþangað og við höfum vísað þá bara í barnalækna. Þannig að það er bæði barnalæknar og innkirtlalæknar barna. Þannig að, já. Já, og er þá kannski bara aðtuga fyrst hvort þetta sé Já. sjúkdómurinn ofita. Já. Hvernig er hann greindur? Ég kannski glemt að spyrja því. Það er í raun náttúrulega oftast tekið að það sem er sjáanlegt er þyngdin, viktin Já. og en svo eru blóðprufur og líkamssamsetningartæki. Þannig að það er hægt að Hvað sjá. sér maður í blóðpröfunum? Þá er í raun hægt að sjá, þú veist, er insúlín viðnám eða er komið brenglanir í lifrarprufur, en það getur verið fitulyf þó að sjóst ekki strax í blóðpröfunum og líka bara er eitthvað ójafnvægi í blóðpröfunum. Og það er þá alltaf flokkað sem sjúkdómurinn ofita ef þú uppfyllir ákveðin sem skilyrði, sem sagt. Já. Já. Þannig að og það er í Evrópu hafa þær viljað taka út BMI staðalinn og Já, ég nota þá mittismál deilt í hæðina segi. Já. Þannig að Væri það nákvæmara? Já. Já, en hitt gefur okkur alveg vísbendingu. Þannig að, og er í raun kannski að hugsa meira fyrir hópa, en tekur ekki, þú veist, ef að einstaklingur er mikið í íþróttum, er mikið vöðvamassa og líka með börn að er þetta hamlandi eða eru foreldrar að upplifa að barnið hafi ekki stjórn eða líði illa eða, þannig að... En er þetta, þú veist, sjúkdómur sem þú þarft að lifa með alla ævi? Já. Það er ekki sem eitthvað sem læknast og bara... Nei. Og það er bara langtíma meðferð alveg eins og með sykursýki eða háþrýsting, En það fer í dvala, þannig að það er í raun alveg hægt að, og við man á fyrirlestunum hjá Kristjáni að tala að 20% snýst genin á meðan 80% umhverfið. Þannig að það er alveg hægt að hafa áhrif, en það þarf stuðninginn og aðstæðuna. Ég veit það. Og ég hef svo mikið spáð í því sko, sem foreldri, hvað maður ber í raun og veru mikla ábyrgð á heilsu barna sinna. Já. Þú veist, með því að vera góð fyrirmynd og allt þetta, sko. Já. Þannig að, og lifa eftir því sjálfur líka svolítið. Það er nefnilega málið, vera fyrirmyndin. Gera það sem þú vilt að hérna gera. Já. Því þetta gerir ekkert það sem að segja mig. Nei. Þannig að, og ég svona mitt motto hefur verið bara að ekki ala þau upp í megrun. Þannig að, og bara gott aðgengi að mat og góðu mat. Næringaríkum. Já. Ég man þegar, sko, ég var lítil og var alltaf keksskúffa. Já. Og ég held að það veri bara öllum heimilum, keksskúffa. Já. En ég veit ekki neitt sem er keksskúffa í dag. Kannski er eitthvað að breytast. Nei, sko, ég held að sé ennþá pipaköku frá jólunni hjá okkur, sem var nú bara í ruslið. En það er í rauninni líka bara aðgengi að vali, eða þú veist, það er hægt að hafa og það er Honey Nut Cereals er þegar ammæli, ef þú velur það, eða eitthvað annað. Kókópöps á jólunum. Já. Þannig að þetta er ekki búið alla daga. Þannig að hafa svona líka, það er miklu betri hafragrautur ef að barnið gerir hann sjálfur heldur en að bara setja, þú veist, ofan í og hræra heldur en ef að ég setja hann í disk beint fyrir fram að þig. Það er skemmtilega að borða hann. Já. Sniðugt. Og börn sem venjast að borða apimjólk með engum púðursykri, þeim biður ekki púðursykur. Akkurat. Ég held við séum bara, ég er allavega búin að spyrja allt sem ég langaði að spyrja, sko. Það er ekki nema að sért með einhver lokaorð. Nei, bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir vítamínin. Já, bara okkar er ánæginn, sko. Af því að ég hef sjálf verið að nota þessi vítamínsprauð. Þetta er rosalega þægilegt. Já, og þau koma bara rosa vel út. Já. Handhægt. Já. Ég er myndið að fara í ferðalag helgina. Það er svo gott að hafa, í staðan fyrir að taka einhvern stunk af vítamínu, bara vera með. Já.
daginn, sko. Já. En bara enn og aftur, takk fyrir að gefa þér tíma á þessum fallega degi hérna. Já, takk bara fyrir að bjóða mér. Gangið þér rosa vel áfram bara og ég veit að þetta mun hreyfa við mörgum. Ég er alveg svona. Takk. Ég er virkilega þakklátt fyrir það að þú hafir valið að verja þessum tíma með mér í dag. Markmiðið mitt með hlaðvarpinu er að gera góða og áreiðanlega heilsufræðslu aðgengilega fyrir sem allra flesta. Og ef þér fannst þátturinn gagnlegur, þá væri það mér mikil stuðningur ef þú myndir bæði fylgja hlaðvarpinu, gefa því einkunn og jafnvel deila honum áfram. Þetta tekur bara nokkrar sekúndur. Þannig nær efnið nefnilega sífellt til fleiri hlustenda. En ég segi bara takk fyrir traustið og við sjáumst í næsta þætti.